Ert þú lifandi, heilög og Guði þóknanleg fórn? Ég vitnaði þarna í orð Páls postula þegar hann var að skrifa heiðingjunum í Róm, það er að segja fyrrum heiðingjum sem nú voru kristnir, sem hefðu meðtekið Jesú Kristi frelsara sinn og drottinn, og hann hvetur þá til þess að vera lifandi og heilög og Guði þóknanleg fórn. Ef til vill gæti þetta verið yfirskrift af hugleiðingu minni hér í dag, en við komum að þessu síðar í hugleiðingunni. Ég hringdi í góðan vin minn í gær og við spjölluðum lengi saman. Við erum samherjar í boðuninni og ég spyr hann, hvað er að frétta? Og hann sagði, æ Steini, það hefur svo margt riðið á dagana. Ég veit ekki hvar ég á að byrja. Og ég spurði, hvað er það? Hann sagði, það hafa svo margir dáið sem ég þekki. Og hann taldi 6 manns sem allir þessir einstaklingar höfðu dáið á mjög skömmum tíma. Hann sagði, í 3 vikur hef ég farið á 2 jarðarfarir í hverju viku. Og hann sagði, þetta bara setjum að hljóðan, ég er farin að telja dagana sjálfur. Hvað er mjög snert. Og við spjölluðum saman. Og við vorum báðir svo innilega sammála það. Það er svo gott að eiga þessa von. Það sem Páll postuli kallar hina sælu von, að Jesús Kristur kemur aftur að sækja fólkið sitt. Og það er í annarsins ég segi það hér í dag, ég get ekki beðið. Og ég er alveg viss að þið mörg eitthvað getið sagt því sama. En þegar við bíðum og þráum að Kristur komi, getum við þá minnst þessara orð apostolans? Að Guð ætlast til þess að við séum honum lifandi, heilög, já Guði þóknanleg fórn. Og þá voru veltaði fyrir sér, hvers konar fórn? Ég er ekki að tala peningana. Við erum oft í fjáröflun. Nei, gleymum því núna. Þetta er öðruvísi fórn. Við tölum stundum það að gefa einhverjum eitthvað. Kannski gefum við öðrum af tíma okkar og óaforeldrar vildu gefa börnunum sínum meira af tíma sínum en það oft gerir. Það yrði dýrmæt fórn út af fyrir sig. Eða er hægt að kalla það fórn? Þegar þú elskar börnin þín eða aðra svo mikið að þú vilt vera með þeim, dvelja með þeim, tala við þau. En við skulum kalla það fórn. Að vera þannig lifandi fórn, vera alltaf til staðar, alltaf til taks. Að lifa Guði til dýrðar og einstaklingum til slíkra blessunar að það verður þeim sáluhjálp að hafa komist í kynni við þig. Ég á allmörg barnabörn. 2 þeirra eru telpur, önnur 10 ára, hinn 13 ára, Kathleen og Kristína. Og þær vöknuðu upp við vondan draum, ekkert fyrir löngu síðan, að báðar ömmurnar voru dánar. Ömmurnar sem þau þótti svo vænt og elskuðu. Það var svo gott að koma til ömmu, vera tekin í fangið og heyra sögurnar. Allt sem ömmurnar kenndu þeim. Nú voru þær ekki lengur. Svo gerðist það fyrir bara örfáum vikum, bara skömm ári ég kom hingað að þessu sinni. Að þá deyr annar af þessu 2 öfum sem þær áttu. Hann var bara dáinn, skyndilega, farinn. Og þær grétu. Svo gerðist það að ég lagði upp í þessa ferð.
Og dóttir mín Harpa, hún sagði mér í síma, veistu það pabbi, þar grétu þau fórst. Já, þú ert eini afinn, einstaklingurinn af þessu 4 sem að þær geta kallað ýmist amma eða afi, og nú enginn til staðar því að þú ert fjarri, handan við hafið. Fyrir þeim, þá var eins og þessi eini afi sem hér stendur í dag, kæmi ekkert aftur. Þær voru farnar að verða óttaslegnar. Fyrir þeim 6 vikur, þetta var heil eilífð fyrir þær. Hvenær kemur afi aftur? Þessi fráföll, dauði hér og dauði þar, þetta setur okkur hljóð. Við förum að hugsa, er það ekki? Eða eins og vinur minn sagði við mig í símanum í gær, ég er farin að telja mína eigin daga. Hvenær kemur að mér? Hefur hugleitt þetta? Þegar ástvinir sofna hinum hinsta svefni, hvenær kemur að mér? Hvernig verður það? Er ég reiðubúinn? Er ég þessi lifandi heilaga fórn og Guði þóknarlega fórn sem Drottinn vill að ég sé? Við lítum í kringum okkur. Hvernig er þessi heimur? Hann hefur ekkert upp á að bjóða sem er þessi virði að vilja fremur en þann heim sem Drottinn kemur inn að skamst til að sækja fólki sitt og taka til eða flytja okkur til. Ó, ég þrái að Kristur komi sem allra fyrst. Hvað er framundan? Vinur minn sagði við mig í gær í símanum þegar ég heimsæki gamla fólki á elli heimilunum. Jú, hann finnur þar sumar sálir sem trú á Drottinn og eru reiðubúnar að sofna í hinsta sinn, vitandi að þær munu verða vaktar af frelsanum, vaktar upp, kallað til lífsins þegar Drottinn kemur að sækja fólki sitt. Þær óttuðust ekkert, þessar sálir. En hann sagði, það er ömurlegt að horfa upp á svo mörg gamalmenni. Þau eiga sér enga framtíð, enga von, þau þekki ekki Guð. Fyrir þeim er þetta bara sem óttaleg bið. Eftir hverju? Að þau eiga sér enga von. Þá eiga þau sér enga framtíð. Það virðist. Mér kemur til hugar svo margir heimspekingar, Guðs afneitarar, vantrúarmenn, sumir hverjir heimskunnir í gegnum tíðina. Þeir lýstu því yfir hver af öðrum á banadegi sínum að þeir ættu enga von. Og sumir létu í ljósi með þessum orðum, svipuðum orðum, og ég segi nú, ég vildi að ég hefði það sem þú hefur eða einhverjir kristnir. Við ef við virkilega hugsa málið, hvað hefur þetta líf upp á að bjóða? Guð skapaði okkur til að lifa að eilífu, til að vera glöð og fagnandi í dýrð Guðs að eilífu. Vitið þið hvað eilífin er löng? Eins og lítill drengur segir eilífin, það er mjög langur tími. Og þetta er það sem að Guð hafði í huga með okkur. Svo kom dauðinn til sögunar, spillti öllu. En Guð innleiddi áform, tilkynnti foreldrum mannkynsins. Ég gef ykkur ekki upp á bátinn. Ég mun frelsa ykkur. Verið þið bara þolinmóð. Ég mun koma aftur. Allt í gegnum ritninguna má lesa fyrirheitin að Drottinn mun koma og hann kemur í dýrð, í mætti og mikilli dýrð.
Ég mun koma aftur og ég mun sækja mitt fólk. Þess vegna spurningin, ert þú á meðal Guðs fólks? Ert þú lifandi fólk? Ertu heilög fólk? Ert þú þannig persóna að Guð getur litið á þig sem Guði þóknanlega fólk? Ég vona það og við skulum öll biðja og ákalla Drottinum að hjálpa okkur að ganga með honum frá degi til dags á þann hátt að hann geti talið okkur á meðal hans barna sem eru trúföst. Ég er ekkert að meina að við séum svo fullkomin og heilöga á þann hátt að okkur verði ekki á eitt og annað í lífinu. Hverja kom Kristur til að frelsa? Ég er ekki komin til þess að kalla réttláta, sagði hann, heldur rangláta. Og þegar menn hneykslaðust á því að hann var með þeim sem drukku vín og svölluðu og svindluðu, hann var með tollheimtumönnum og stórsindurum, jafnvel að þá hikaði hann ekkert við að tala við vændiskonur. Þær eru nefndar með nafni í Biblíunni, suma hverjar. Hann var kominn til að frelsa svona fólk. Í dag myndi hann koma til að frelsa eiturlyfjaneytendur og hverja þá syndara sem ákalla hann. Og ég er svo þakklátur fyrir slíka frelsara. Við lesum í Rómverjabréfinu í 13. kafla: Skuldið ekki neinum neitt nema það eitt að elska hver annan. Það er heilmikil lexía fólkin í því að læra að elska. Ég er ekki að tala þessa áköfa ást þegar þú verður ástfangin, svo góð og yndisleg sem hún er. Ég hef upplifað það sjálfur. Ég veit hvað það er að búa og lifa í ástríku hjónabandi. En ég er að tala þá ást, þann kærleika, það sem þú getur látið þér þykja vænt og meira það að elska, jafnvel þá sem kunna tala illa þig, þykir ekkert vænt þig, vildu helst vera sér fjærst frá þér. Þegar hann hitt mig segja það nokkru sinni sem ég kom hingað núna þessu sinni, það er ekkert betra meðal til í slíkum kringumstæðum en einmitt að biðja fyrir þeim, þessum sem ekki kunna meta þig. Það gerir þér svo gott að biðja fyrir þeim. Og þá uppgötar þú að þú getur fagnað í Drottni og upplifað þessa gleði sem að Guð vill gefa þér inn í líf þitt. Og þú getur verið fagnandi og lifandi fórn fyrir Drottin Jesú Krist sem hann kemur til að sækja innan skamms. Hann segir, þar að segja apostolinn, gjöru þetta því heldur sem þið þekki tímann. Sjáu því, hann er að tala tímann. Að yður er mál að rísa af svefni því að nú er á hjálpræði nær en þá við tóku trú. Liðið er á nóttina og dagurinn er í nánd. Tíminn er renn út. Náðatíminn er senn á enda. Drottinn fer að koma. Í 12. kaflanum finnum við þennan texta sem ég er alltaf að vitna í núna. Í byrjunar versi, fyrstu 2 versum 12. kaflans í Rómverjabréfinu, segir apostolinn, því brýni ég yður bræður og ég vil endilega bæta hér inn í systur, því þetta er erindi til allra. Því brýni ég yður að þér vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálf yður að lifandi, heilagri Guði þóknanlegri fórn. Það er sönn og rétt Guðsdýrkunar við hendi. Hegðið yður ekki eftir öld þessari, heldur takið háttaskipti,
með endurnýjung hugarfarsins svo að þér fáið að reyna hver sé vilji Guðs hið góða, fagra og fullkomna. Er þetta ekki stórkostlegt? Og þið hugsa kannski, þetta svo stór pantun, hvernig get ég þetta? Hvernig getum við? Við erum svo brotleg, við erum svo bresk, við erum syndarar. Það er einnig slíkt fólk sem að Guð getur náð árangri í að nálgast og fá til fylgis við sig. Og hann þarfnast fólks sem er ófeiminn að vitna hann, tala hann og þessa ást, þennan kærleika sem að hjálpar okkur að glíma við vandamál lífsins. Þegar ástvinni kveðja og þú finnur að þú ert einn eða ein. Þú skilur ekki af hverju. Hvers vegna leyfir Guð þetta eða hitt? Af hverju er barnið mitt á þessum villu götum? Af hverju þykir okkur ekki vænt hvert annað? Af hverju tölum við illa hvert annað? Þetta eru hluti sem að gerast allt í kringum okkur. Í þessu þjóðfélagi sem öðrum. Á meðan er tíminn að renna út. Hvað ætlar þú að gera, vinur? Við skulum hugsa máli. En Páll postuli, ég dvel við hans orð í dag svo mikið. Hann segir, en hvað þá sem ekki heyra? Hvað þá sem ekki fá að kynnast kærleiksríku Guði eða undursamlegu frelsara? Og hann segir í 10. kaflanum í Rómverjabréfinu frá 14. versi, en hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir ekki trúa á? Og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt um? Og þarna komum við inn í söguna, að boða þeim sem ekki vita, sem ekki þekkja, sem hafa ekki kynnst undursamlegu frelsara. Og hvernig eiga þeir að heyra á þess að eitthvað prediki? Við erum öll heilagir prestar, segir Pétur í einu bréfa sinna, kallaðir frá myrkri til ljóssins, til að viðfræja dáðir hans sem hefur gert undursamlega hluti fyrir okkur. Við erum lifandi predikun á hverju degi. Þú kannski gerir ekki alltaf grein fyrir því, en þú ert. Ef þú ertu predikun til góðs, og ég trúi því. En það getur verið að við séum stundum svo neikvæð að okkar boðskapur sem fólk tekur frá okkur er ekki svo jákvæður. En Páll, hann gekk í gegnum ýmislegt. Hann þurfti að upplifa eitt og annað, alls konar mótlæti, höfnun og hvað eina. Og við finnum þetta í 8. kaflanum frá 31. versi. Hann segir, hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð er með oss, hver er þá á móti oss? Þið sjáu, hann bauð öllum heiminum byrgin til þess að koma boðskap á framfæri, þó að veri hundeltur ofsóttur, og þeir vildu drepa hann miklu fyrr en reyndist. Því að hann var hálshöggvinn, höfuðið var tekið á honum fyrir trú hans, fyrir boðskapinn. En hann var ekki hræddur, hann vissi á hvern hann treysti. Og svo segir, hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það, eða þrenging, ofsókn, hungur, eða nekt, háski eða sverð? Nei, í öllu þessu vinni við að fulla sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Og það er þessi kærleikur sem að Drottinn þráir að sjá í lífi okkar, sem við berum hvert til annars. Því að ég er þess fullviss, segir hann, að hvorki dauði né líf, englar né tignir,
hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt né nokkuð annað skapað mun geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs. Hugsið ykkur. Hvílík trúartraust, hvílík trúarjátning eins manns. Getum við fetað í fótspor Páls postula? Eða getum við gjört eins og stórsyndararnir sem kynntust Kristi? Einn þeirra kynntist honum á Golgata, á krossi. Glæpamaðurinn, annað þeirra. Og hann sagði við Drottinn, minnstu mín, þegar þú kemur í dýrð þinni. Og Drottinn minntist hans. Hann frelsaður. Á síðustu stundu greip hann tækifæri. Hann uppgötvaði frelsarann við hlið sér. Samveska konan sem að Jesús hitti við Jakobsbrunnin, sem var hötuð af gyðingum, þau vildi ekkert hafa við samverja að hafa sælda. Og eflaust var hún mjög misskilin og jafnvel hafnað af fólkinu í hennar heimabæ. Við lesum það út úr svona á milli línana, því sem sagt í orði Guðs hana. Jesús bauð hana velkomna. Eða konan sem var staðin að vændi og það átti að grýta hana til bana fyrir augliti Drottins. Hann fyrirgaf henni, þó enginn vildi gera það. Og hún var einn besti trúboði fyrir frelsarann okkar sem við getum fundið í allri Biblíunni. Svona fólk verður í Guðs ríki. Ég farin að halda að ég eigi von líka. Og elsku vinir, þó að aðrir hegði sér öðruvísi þið, tali öðruvísi, klæði sér öðruvísi og bara allt öðruvísi fólk en þú átt að venjast. Þetta eru Guðs börn. Og þeir kannski verðu undrandi í Guðs ríki ef þið verðu í Guðs ríki, það ekki? Og þið hittið þetta fólk. Þú hér? Já, líka þessir. Kristur kom til að fórna sér fyrir alla syndara. Það allir velkomnir. Ég átti yndislega stund með dóttur minni fyrir næstu 6 vikur síðan. Hún var að keyra með til Chicago, 2 tíma akstur að heiman til O'Hare flugvalla, það sé þó flugvél til Boston og áfram til Íslands. Þetta stúlkan sem fyrir, og þið mörg ykkar hafi heyrt þessa sögu, sem fyrir mörgum árum síðan, hún missti 6 mánaða gamla dóttur sína í því sem kallast vöggudauði, óútskýranlegt fyrirbæri. Barnið bara dó. Í 9 ár vildi hún ekkert með Guð hafa að gera. Hann tók barnið mitt. Það dó. Ég sem vildi ala það upp í kærleika, fékk það ekki. Þegar aðrir misbjóða börnunum sínu, fara illa með þau, berja þau og hvað eina. Og þau fá að hafa börnin sín. Hún skildi þetta ekki. Ég hef minnst á þetta við ykkur á því. Ég ger það aftur vegna samhengisins hér. En elsku vinir, stundu skiljum við ekki ráðsaléttanir Guðs. Og ég ekki að segja að þetta hafi verið vilji Guðs að barnið var tekið frá henni. Alls ekki. Það annarra verki, óvinnu Guðs og manna í þessum heimi. En eftir 9 árin, þá hringdi hún í mig og bað mig, pabbi, viltu skýra mig aftur? Hún sagði, ég hef haft Guð
fyrir rangri sök. Nú skil ég Guð. Ég þarf ekkert að vita allar ástæðurnar alltaf og hverju sinni. Ég bara meðtek Drottinn eins og hann og treysti honum. Þetta svona í hnotskurn saga hennar frá því fyrir mörgum árum. En fyrir tæplega 6 vikum tóku mig til flugvallarins í Chicago. Þá segir hún allt í einu: pabbi, þegar einhver segir að allar bænir þínar fái svör og Guð muni heyra bænir þínar eins og þú biður, þetta virkilega rétt? Og ég spurði hana: hvaðan kemur þú og af hverju spurði mig að þessu? Hún sagði: ég var á ungmennamóti í sumarbúð, það var bara nokkrum dögum áður, og þar predikari, mikill guðsmaður, ég þekki þennan mann. Hann yfirmaður allra prestana á þessu svæði, virkilega góður maður. Og hann bað mig á síðastliðnu ári að koma og hjálpa til í 6 mánuði í mjög stóri kirkjur, af því að báðir prestarnir þar höfðu farið annað og það var engin prestur til að hugsa söfnuðinn, stærsti söfnuðurinn í Indiana. Svo ég var þar og kynntist þessu manni, Guðs maður, mikill. En honum var þá, eins og okkur öllum, við kannski skiljum ekki alltaf hvað fólkið í yfirlýsingum eins og Frelsaras þeirra segir við lærisveina sína: hvað sem þið biðjið í mínu nafni verður yður veitt. Og þetta var þessi prestur að tala við börn og unglinga, börn eins og Kathleen og Kristína, barnabörnin mín, þau voru þarna og hlustuðu á þetta, og 100 annarra barna. Og hann segir: þið skulum bara biðja og biðja á hverjum degi og þið fáið allt sem þið biðjið Þetta voru orðin. Og dóttir mín var ekki alveg sátt. Hún hafði upplifað annað. Hún hafði beðið og ekki fengið það svar sem hún vildi. Hún baði fyrir móður sinni á sjúkrabeði og fékk ekki það svar sem hún vildi. Hún bað þess að mamma hennar fengi að lifa. Hún fékk ekki það svar sem hún vildi. En það var allt í lagi núna fyrir hana. Hún var sátt við Guð og hún var bara ósátt við að börnunum þannig kennt, þó það sé vitnað í orð Frelsarans, að það gerist allt núna eins og þið biðjið Við þurfum ofta að bíða, stundum fáum við ekki svörin fyrr inn í eilífðinni, en Guð mun heyra allar okkar bænir og svara þeim eins og okkur öllum fyrir bestu. Við áttum yndislega stund saman þarna á leiðinni til Chicago í 2 klukkutíma, faðir og dóttir að tala saman orð Guðs, bænarreynslur og bænasvör, mótlæti í lífinu. Og vitið það, vinir, það yndislegt að komast að raun það að barnið þitt hefur lært að treysta Guði þrátt fyrir allt. Og í dag þá vil ég hvetja ykkur, vinir, eins og ég hef gert hérna undanfarna hvíldardaga: treystið Guði, treystið honum hvað sem tautar og búið ykkur undir að Kristur fer að koma. En við höfum svo mörg áform, það er svo mikið að gera, við höfum oft ekki tíma til að sinna Guði eða orði Guðs eða að rækja bænalífið. Og mér dettur í hug sagan sem að Kristus sagði í Guðspjöllunum. Það var ríkur bóndi. Hann var mjög farsæll. Hann ræktaði mikið og margar sortir og hann setti þetta í hlöðu eða hlöður. Og honum leið vel, hann hafði nóg að bíta og brenna og allt gekk eins og í sögu fyrir honum. Og svo einn dag þá hugsaði hann: ég ætla að verða stórtækari. Ég ætla að byggja stærri hlöðu
eða hlöður og láta alla uppskeruna þar inn og svo ætla ég að hafa bara ennþá betra. En þá nóttina dó þessi maður. Þið sjáið, við vitum ekki hve langan tíma við höfum. Við skulum ekki vera svo upptekin í þessum heimi að við gleymum hinum eilífa heimi. Kristur fer að koma og hann kemur skjótt.